þú hefur enda þetta komið áður frá þér. Þetta með tagline, þú góð punktu. Ég vilt að ég fara... Hvað héti æfis? Gils, aldrei verið betri. Þetta mjög góð hugmynd. Það bara mjög góð hugmynd að æfisa. Aldrei verið betri. Aldrei verið betri. Viðskipta hugmynd hjá Mushroom. Já. Og Sveppurinn situr hér í stað Steinda Junior sem í tökum á nýjum sjónvarpsþætti sem heitir Hreinn Skjöldur og heyrðið mitt í Steinda í dag og þeir ganga vel. Þær tökurnar ganga vel og það gaman. Það verður spenna á maður. Já, og við erum með veisluhand ykkur í dag, kæru hlustundur. Það einn galli við þáttinn í dag að hann bara til 5:30. Hann til 5:30. Já, þetta eru þéttar 90 mínútur, við erum ekki til 6 í dag. Þetta eins og fótboltaleikur. Af hverju eru bara til 5:30 í dag félagarnir? Því að Blöð kynnir á haustfagnaði stöða 2 á eftir og mættur upp á svið 10 mínútur í 6. Blöð þarf að pína sig í það. En ég þarf að bruna þangað, en eins og Sveppi segir, þetta verður eins og fótboltaleikur. Það þarf að hella vel í því það? Nei, hvað sýnist þið það? Ég fer á svið áður en þessi þáttur ættar á búinn. Nei, bara gaman að hafa fulla Blöð að stjórna hátíðinni. Nei, ég mjög gaman að fulla Blöð, sko. Ég held að það er því líka meistari, sko. Við Sveppi megum að eiga það, við höfum nú rifið flippan á einum teimi gegn tíðan en aldrei skemmt fullir. Nei, það minnum það, sko. Þannig að það gerist ekki. Hvað er DJ Musclebolt að hella þegar hann er að DJ-a? Þú reyndar að gæti gert það, því að einu sem þetta gerir að kreppa hnefann. Það er akkurat þannig þegar hann er að skemmta. Alltaf fullur. Já, hann þarf ekki eins og að finna takkana því hann nýtir ekki að play sjálfur. Nei, hann þurft að fá bara einhvern Ólageir í það. Óli er í því. Það er fáránlegt. Basically, veistu hvernig Egill Einarsson undirbýr sig fyrir gig? Situr og drekkur svo mætir hann upp á svið. Einmitt. Og þannig að við erum að skrifa höfuð brandara og fara yfir hver eru að vinna þarna og draðins léttara fyrir hann. Sko, vinna mín er öðruvísi en vinnan ykkar, sko. Ég er DJ. Highly successful DJ. Þið þurfa að vera fyndnir og megi ekki vera, það heyrist ef Sveppi búið 3 bjóra. Já, fyrir ekki fram hjá neinn. Það verður svona... Þegar! En DJ megi að vera búin að fá sér aðeins. Það er skemmtilega við þá starfstjætt. Já, líka tónlistarlífið er erfitt. En ef þú ert DJ, hvað er það að gera með Ólageir alltaf með þér? Við erum partnerar. Akkur? Partners. Hvað var til þess? 2 DJ-ar. Út af því að ég er svolítið með mækin. Ég er svolítið með mækin. Hlaupandum, gefa fólki high five, er að öskra. Ég er ný kynslu á DJ-a. En venjulega DJ er bak við borðið allan tíman, hristir hausinn, fiktar eitthvað í headphone-num. Ég er bara með mækin, er að öskra á liðið, tekur reglulega DJ Muscleboy öskra mín og kannski ég og seti DJ Muscleboy öskrin mín. Þetta er ekki lægi. Þetta sé eitthvað sem þú sér bara með í vörðskjali. Ég vinn mikið með, ég segi muscle, þið segi boy, muscle, og kom allir boy, muscle. Það er skemmtilegt, ég gerir þetta líka þegar ég er að skemmta börnum. Þá öskra ég þegar ég segi Sveppi, segi þið krull. Já, þetta virkar með börnum líka. Það finnst öllum þetta skemmtilegt. Allir að skemmta börnum minna. Talandi börn, þegar þú varst eignast barnmaður til hamingju. Já, takk fyrir. Já, það er margt breyst síðan að þú varst einnig síðast. Hókina ábyrgð og... Já, þetta er bara nýtt verkefni. Já. Ég er að rúla þessu upp. Ég myndi reyndir ekki treysta það fyrir kettinu mínum, sko. Þannig að ég er svona veltaði fyrir mig hvernig þú ætlar að fara alveg heilt papp. Eiginlega góðu pappi. Góðu pappi, það er ekki komið neinn reynsla á það. Nei, það er að dæma þá áður, eða? Já. Það er komin 8 vikur, sko. Það má dæma fyrirfram. Má það? Já, það er svo lengi sem maður er tilbúin til að bakka með það aftur. Já, en sko, sér hvað þeir Steindir ólíkið, því að Steindir vil meina að þessi bannað að dæma. Já, banna að dæma fyrirfram, skil. Nei, banna að dæma, það er alltaf, maður dæmir alltaf fyrirfram. Já. Ef þú sér mann bara í frakka sem er illa farinn í klossum með bónuspoka, þá hugsaðu, hei, geðsjúklingur. Þú kannski kemst að því að þetta er einhver vinur pappa þess. Hei, geðsjúklingur. Hvað er það vinur pappa mér að gera í þessum frakka og klossum með bónuspoka? Kannski það bara, veist, bad... Já, hittu bara slæman dag. Laundry day. Já, nefnt ekki að klæða þessu. Heyrðu, varst að skýra? Hvað skýrðir þú? Eva Malen Egilsdóttir. Eva Malen? Það er ekki fallegt. Já, veist hvaðan kemur það? Það er bara... Malen, það er svona hálf danst eitthvað, eða ekki? Já, þetta er bara koncept ég var að vinna með. Þú? Já, þannig að konaðinn, hún ræði náttúrulega lengur um þetta mál. Jú, hún ríði sjöla meira en ég, sko. Ég er mjög þægilegur með þetta, sko. Ég er ekki með eitt vesinn. Nei, en það skiptir einhver... Í grunninn er þetta þannig að það skiptir einhver máli hvað börn heita, sko. Bara ekki að skýra inn á lofthæna, þú veist. Það er bara það. Þannig að það sé ekki stríkt í skólanum, út á nafninu. Já, ég geti vel að lofa því að hann er verið hvort eða stríkt fyrir það. Pappi minn er DJ Muscleboy. Já, einmitt. Heyrðu, búðu til snjóbolta og hendunum í andlitu þær. Ég ætla að vona
bara fyrir yfirgreið að DJ Muscleboy verði búin að leggja DJ-græðunar á hilluna þegar hún komin í skóla Ég ansið hættur að DJ Muscleboy verði Tomorrowland eftir svona 5-6 ár sko. Já, þegar hún komin í skólan Kúkurinn bara að fara að stækka sko. Það bara En talandum að kúkurinn sé að stækka við erum með stóran og mikinn þáttandi ykkur í dag þó hann sé ekki nema 90 mínútur þá hann þéttur við fáum Ingo Veðuguðin í heimsókn eftir hann að byrja með nýjan þátt sem heitir Minute to Win It Ég elska Ingo Veðuguðin Já, alltaf gaman að fá hann er hreinskilinn og skemmtilegu gestur kemur hérna á eftir við ætlum að vera með smá svona mínútu traut fyrir hann og það verður skemmtilegt svo ég með myndur fyrir cash það verður gaman að sjá hvort að Sveppi sé erfiður eða léttur í þeim ég hlakka til að heyra hvort hann sé ódýr eða dýr í dag Ég hef alltaf verið mjög ódýr í þessum liðum sko. Þú er alltaf verið til í allt og það ég er nú bara kynst í gegnum tíðina það mjög auðvelt að plata því hluti Og það er ekkert endilega cash fyrir það endilega það er til dæmis til myndir sem ég spurði ykkur að mæti leika á neti Þið þurftu einhverja miljónu fyrir að Sveppi gera það til að hressa með því eftir lélega kasínóferð í Finnlandi sko. Hann fekk ekki krónu fyrir það Ég fekk að stilla honum upp í Þetta kallar maður að eiga góða vini Já, trúðu mér Svo spurt og svarað frá Agli á sínu stað Er það á mig líka? Ég veit það ekki, ég fæ aldrei að vita Já, það er bara eitthvað Já, það er bara eitthvað spurning Ég tek bara tæra hand og hófið á nættir Svo erum við með gamlan og skemmtilegan lið sem heitir Talaði við símtal Rétt sem við tókum upp í dag og það var stórskemmtilegt Þetta var alltaf á þriðjudögum hjá okkur Sveppa Við ætlum að henda Sveppa í Starbucks Stoney Þannig að það verður Starbucks Sveppi Þannig að það er hellingur að vera í dag Já, svo náttúrulega má ekki gleyma tónlistinni Já, svo er tónlistinni sín í dag og talandi topp tónlist I'm a Black Widow Baby Þetta er Sveppa Veistu, Sveppi, ég læti mátt eiga bílið minn og veist hvað syngur þetta Game always starts the same First we're both down a plate and somehow you go Now it's me time, believe that If it's yours and you want it, I want it Promise I need that Till I'm everywhere that you be at I can't fall back or quick Cause this is a fatal attraction so I take it all Johnny Cash, þetta eru Iggy Azalea og Rita Ora Rita Ora og Iggy Azalea Þetta ég get lofaði því Sveppi að dóttir Þórdís Kalla, hún hefur gaman að þessu lagi Já, þetta er bara mjög vinsælt núna Ég veit það, hún er 11 ára dóttir mín sko Og hlustar vonandi á útvarp og svona Og þetta er bara vinsælt poplæti að þó að þú fýlir það ekki sko Já, ég veit það skilur Það er ekkert allir 37 ára að hlusta á þáttinn sko Nei Þó að þáttastjórnandi situr 37 ára Þú veist þetta ekki eldri það Þú veit ekki, það er langt í verið færtur Já Ég á nokkra félag sem er færtuð árunni King Mike, Nonni Tattoo Áskil Kól Bænsson allir færtuð árunni nema ég held að þú ert bara út hvað 30 lífi leiku við þig Já 77 mótilið maður 77 Ég reyndar að hlaka geðveikt til að vera færtuð sko Já, það verður veistla Ætlar þú að vera með þitt eigi hashtag eins og Jón Gunnar Gerdal JGG40 og hann vill að maður vinni með hashtagið í undirbúningi og öðru á ammælinu Og eftir líka Ætlar ekki hendi Sveppi 40 hashtag Það verður komið eitthvað nýtt þá Verður hashtagið dögt Það verður komið eitthvað nýtt Vilja með hashtag leikur Nei, hvað er hann eitthvað að gera ykkur? Er það Jón Gunnar Gerdal í alvegni? JGG40 hashtag Svo skrítið sko af því að ég elska Jón Gunnar Gerdal Ég hitt hann oft og mér finnst hann æðislegur að spjalla við hann og hérna verið í kringum hann og svona En svo þegar ég heyri svona hvernig hann er að haga sér á milli þess sem að við hittumst þá langar mér bara stundu til þess að kýla hann Nei, mér erst bara svo fyndið sko hann er með svona grúppun á Facebook sem er að tala ammali og hashtagið fyrir veisluna er hérna hashtag JGG40 og endilega notist í undirbúningi fyrir, í og eftir veislu Hann kann þetta alveg sko En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og ég er með svona allt í lagi slúður Ég ætla að fyrsta slúðri tengist nú einmitt Iggy Azalea sem var hérna að syngja Black Widow Baby En það er vist Það verður spennandi að heyra hvað er að frétta henni Já, það er að leka kynlífsmyndband með henni á netið Sæk, sendum henni strax Það hérna Þetta datt inn fyrir 2 dögum síðan Fyrst neita hún þessu, en núna eru hún og löffræðingar hennar eiginlega búin að svona játa að þetta sé hún og þeir eru að fara í mála því að það er ekki víst hún að vera orðin 18 ára þegar vídeo var tekið upp og þar að leiðandi stránglega banna að setja þetta á neti því að þá er þetta Þannig að þeir hefur þurft að býða má setja á netið kláminn banda fólki Nei, af því að hún var ekki orðin 18 þegar vídeo var tekið upp fattur, hún er löngu 18 ára í dag fattar ekki hvað ég er að fara En hver er þessi stúlka? Hún er voða vinsæl núna, hún er að gera lag með Jennifer Lopez og fleirum, Iggy Azalea hún er þetta með lagi Fancy I'm so fancy Það er heldur vinsælasta lagi hennar, ekki að þú þekkir það En allavega þá er vídeo með henni og það er einhvern veginn Hvað er þetta ná í þetta vídeo? Endalaus einhver svona vídeo að dett inn Nei, ég meina hérna
Þetta ná í þetta, hvað þetta ná í þetta vídeo? Ég var að segja það á blöð var að segja það bara í beinu útsendingu. Nei, ég var að segja þetta fyrst sannleikja á neti sko. Okay. Þannig að það að frétta henni og hún Nei, ég meina við bara sem fjölmiðlamenn við þurfum að geta sagt, já, við kíktum á klánvídeó hennar Yglu Drisslu og það var nú meira rugli. Eða skilur, maður þarf ekki að Það þarf að sjá það. Já, það var, veist, skilur, þetta svo með Guðmund í Byrginu. Það ekki eins og ég hefði viljað sjá vídeóið hans, en ég gerði það því að ég fjölmiðlamaður. Glæsilegt, svo það bara stór hrættur við þeim. Svo að frétta líka Paris Hilton. Já. Hún var að kaupa sér nýjan hund. Sæk. Já, og hann heitir Mr. Amazing. Wow. Það er geðveikt nafn. Mr. Amazing. Gaf ég myndi fíla það. Hann kostaði ekki nema $13,000 eða hvað, 1,5 milljón meira með þess, tæpa 2 miljóns. Wow, var hann með sjónvarp í raskatinu? Ég veit ekki hvað fylgir þessum myndu. Hann er pingu lítill, það er eitthvað myndband á hann hérna og ef þú vilt sjá það, nei, þannig að þú vilt ekki sjá það. Þetta er ekki klánvídeó á hann. Þetta er reyndar, líklega eitthvað krútletu hundur séu æfinni séð, sko. Vá, þetta er nú ekki, þetta er bara eins og að setja rottu í þurrkara. Þetta er satt, sér þetta maður. Ég myndi ekki borga krónu fyrir þetta. Já, hún borgaði tæpa 2 milljónir og hann heitir Mr. Amazing. Ég myndi lóanum. Það kemst fyrir í lóanum á manni. Nei, ég var að segja að hún er með hann í lóanum. Já. Ok, björgæðir. Gils! Það er gaman hérna. Og svo er ég með restina hérna. Og ég verð að fá eitthvað almennilegt slúður einhverju fólki sem ég þekki, skilu. Eins og? Veist, ég meina, my girlfriend, Jennifer Aniston. Já, þú er náttúrulega alltaf verið Team Jennifer. Já, Team Jennifer og hvað er fyrir þetta Jack Nicholson, skilu? Ég veit það ekki, en Jennifer Aniston, hún er ennþá með... Adam Sandler, hvað er hann að gera? Vonandi að skipta umbóðsmann. En ég ætla að segja ykkur einnig restina af stjörnum sem er í illdelum foreldra sína. Og þetta fæ ég lána hérna frá DFF og það eru ansi margar, það eru hérna... Kobe Bryant, hann talar ekki um foreldra sína og mér finnst það svolítið steikt því að já, sko, það er bara frá því á síðast ári oftast held þetta væri eitthvað sem hefði gerst áður en að fólk verður frægt það er oft þannig, eitthvað svona leðilt í æsku eða eitthvað svona en sko, körfuboltastjarnan Kobe Bryant hefur staðið illa um foreldra sína, Pamela og Joey frá því á síðast ári þegar hann kærði þau fyrir að hafa selt yfir 70 minnisverða hluti frá körfuboltaferlinum án hans samþykkis. Hvað skona foreldrar eru það? Þetta bara, er hann ekki í samskiptum við foreldra sína? Já, ef þau vantar pening, geta hann ekki bara hent á þau nokkuna $1 eða? Já. Hann var að fá eftir $30 milljónir fyrir nýjasta samningin. En er þetta ekki eitthvað sem ringi bara í, bara pappi, hvað seldur nærbúsina, hvað er aðeins maður? Já, ég veit ekki, þetta var bara í einhverju brýri, maður. Þú kærir þau ekki og hættir að tala við þau? Nei, þú græjar svona hluti. Já, ef það er alveg ástæðna, sko. En það eru fleiri stjörnur, Drew Barrymore, Adele, Lindsay Lohan, Eminem, Angelina Jolie, tala ekki við foreldra sína? Já, Angelina Jolie talar reynda við mömmu sinni, ekki pappa sinn. Ég reyndar löngu hættur að tala við mína foreldra. Já, akkur var það aftur? Hvað kom upp á? Bara eftir að ég var frægur. Já, þau frýtt að það hefði sveppamyndina 2, ekki? Já, bara seldu plakkat sem á mynda mér. Þetta er svona, maður á að vera góð við foreldra sína, það er bara þannig. Og Kobe Bryant, já, nema náttúrulega foreldraninu sé viðbjóður. En þetta var slúðurpakki dagsins. Hér eftir smá stund myndur fyrir cash, ekki missa því. 957 Hraust í haust. Lán eða ekki lán? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Fyrir 320 kall og með smá hefni getur þú keypt þér draumabílinn og sett milljarða í hanskahólfið. Ekki sem að noti hanskahólf undir hanska. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 9,2 milljarða. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Áttu auka bíl? Ertu á leið í frí? Láttu bílinn vinna fyrir þig. Þú einfallega skráir, leigir og hagnast með Caritas. Caritas.is. Þegar fólk er í smá krísu og byrjar aftur að hugsa útlitið. Hollustan býr í hringnum. Seriós. Nýtt í bíó. The November Man. He has information on the agency. Spennumynd í anda borðmyndana spillingu innan CIA. The CIA conspired to start a war that killed hundreds of thousands of people. Hörkumynd með Pierce Brosnan í aðalhlutverki. Now he'll come after us. The November Man. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl.
Við lánum aukalega til þeirra sem að kaupa sér húsnæði í fyrsta skipti. Kynntu þér málið á islandsbanki.is. Körfi glæsileg verslun fyrir skvísur á öllum aldri. Skoðaðu úrvalið á körfi.is. Körfi, fákafinni 9. Förðunarnám. Náðu frá því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráning í gangi á rfa.is. Hámaðu í þig með hreina samvisku. Safran. Í dag 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Keep calm. Eat sushi. Like a boss. Like a boss. Yes. Sushi barinn. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4-6. Já, þeir eru að hlusta á FM 957. Klukkan 16:23. Það föstudagurinn 12. september 2014 og með ykkur í dag Sverrir Þór Sverrisson og í miklu stuði. Það er svo langt sérna með okkur Sveppi að það er eins og sé búið að hleypa bara beljónum út á. Já, mér langar bara að henda ykkur út og tala endalaust. Hann er alltaf í stuði. Fengur Sveppi í stuði. Mér langar að grípa fram í fyrir öllum og ringja út allt og gefa pítsu og... Gefa pítsu? Já. Ok, kannski gefa pítsu eftir. Það er aldrei að vita, það er eins og... Ég er mjög lélur í að gefa pítsu, ég geta með yfirleitt sjálfur. Nei, þú var aldrei við að götta þér. Heiðu. Það er eins og komið á dagskalið sem heitir Mynduru fyrir Cash. Og hann heitir þetta Mynduru fyrir pening en eiginlega búin að breyta honum í Mynduru fyrir Cash. Og þetta er ekki flókið, ég spyr ykkur 3 spurninga og já, þið fáið vissa upphæð fyrir... vissan gjörning og þið verða að segja já eða nei, hvort þið takið þeirra upphæð. Og það sem ég ætla að vinna með í dag er að ég hafi unnið Eurojackpotin, af því ég var að heyra að auglýsta að hann er 9 miljardar. Hann er að vinna 9 miljardar á eftir, hann er að loka klukkan 5. Ég er hættur að taka þátt í, ég er gambling með henn. Já. Þú veist, I gamble. Já. Það er sem ég geri. Já. Ok, en ég heyrði eitthvað sérfræðing segja líkurnar á því að vinna í Eurojackpot. Og sem að gambling menn og minni mikið með líkur sko. Lífið snýst líkur sko. Lífið snýst hvað? Líkur. Já, líkur, sorry. Það spilar blackjack í Vegas. Þegar ég heyrði líkurnar að vinna í Eurojackpot þá er ég hættur að kaupa þetta á 3 og 9 einu sinni viku. Það er ekki fræðilegur að vinna í. Veist hvað ég hugsa alltaf? Það er jafnmikla líkur að ég vinn og sá sem að keypti með. 1/68 miljörðum eða hvað líka er líkurnar að vinna hann. Jafnmikla líkur sem að þú vinn og sá sem það er ekki að vinna þetta. Ok, ég ætla allavega að vinna með það. Ég hef vunnið 9,2 miljardar. Af því að spurningar eru tengdar ef ég ætti hennan pening. Alla 3 ár. Sæll. Ef að glöð ætti þetta cash. Já, ég ætti núna 9,2 miljardar. Og við erum allir ennþá bara vinnir. Ég myndi alveg nenn að hanga með ykkur ennþá. Þú ætti svona mikinn pening. Og fyrsta sem ég ætla að spyrja ykkur, mætti ég ráða hvenær þið myndu pissa á ykkur í 3 skipti ef þið fengi 100 milljónir fyrir það. Ég á hana pening og ég segi hérna er samningur. Það sem er innifalið í þessum samning er að þú ert að pissa 3 svar á þig einhvern tíma núna á næstu 10 árum en ég fæ að ráða hvar og hvenar. Geti ég verið í jólabúðu hjá ömmu til dæmis. Já, þá geti ég ringt í og sagt bara... Og mikið í því núna. Já, bara hvað sem er. Myndi samþykja þann samning fyrir 100 milljónir króna? Þetta er ekki smá peningur. Sko, þetta er alveg peningur, þetta er 100 kúlur. Þetta er hörsku peningur, ég viðurkenna. En þarf ekki að vinna. Eina sem ég er að hugsa bara er, þú veist, ég fyrir kannski viðtal í Íslandi í dag, fæ SMS og blöð, mígði þig. Já, ég myndi ekki hika við það. Mígði þig núna, ok. Þá þarf ég að mígja í mig, í beinni útsendingu, Íslandi í dag. Og þá er þetta bara búið, þá færði Steinfjöld á mót, þá er þetta bara það er að kveðja. Já, þá ertu líka farið með 100 milljónir bara hlæjandi af þessu græna skýri. Bara á hérna hvað snekkju það? Já. Góða punktur Mushroom, þið ekki hérna. Ekki á snekki, þú fær ekki snekki fyrir 100 milljónir. Hann heldur það alltaf, sko. En hvað hérna, er þetta já eða nei, Egill? Ég ætla að skella já á þetta. Já, Sveppi? Já. Ok. Alla daga. Kemur ekki á orð með Sveppa? Nei, þetta er ógeð, veist, í alvörunni. Þetta er fýtt dýl, sko. Ég meina pabbi myndi segja já við þessu. Já, það myndi þetta allir gera. Alvegni? Já. 100 milljónir pissa 3 svar í sig á 10 árum. Já, þetta er bara fýtt dýl. Þetta er frábært dýl. Þegar maður hugsa þetta svona. En ég meina, svo myndi náttúrulega alltaf koma upp, þú veist, mikið í þig og það er bara... Og hvað á barnið að heita? Já, það stendur þú bara með pissið í buxunum. Þú út í sal bara nýbúin að senda SMS með. Það er fyrsta af 3 skiptum hefði verið síðustu helgi á Agli á sunnudeginum. Ég að láta mig í Ísli þegar hann var að skýra dóttir sinni. Já, sem er En það er bara óþægilegt. Það er bara, hvað er það að gera? Má maður segja? Mætti ég segja, hei, ég er að fá 100 milljónir fyrir það? Nei, þetta er bara verið bara, sorry, ég er bara slís. Slís. Svo er það næsta.
mætti ég ráða öllum klæðnað ykkar í 1 ár fyrir 24 milljónir. Þannig að þið fengið basically 2 milljónir auka á mánuði lagt inn á okkur hver mánaðamót sem ég var að setja á okkur. Mættu ekki segja neinum að blösa að klæða okkur? Nei. Jesús Kristus. Men þú fengir fyrir 1 ár 24, þetta eru bara 2 auka milljónir á mánuði. En þú myndi klæða mann svo trúð. Það var ásóttíð og... Akkur heldur það? Af hverju held ég það? Hvað þú myndi gera mig geða flottan bara? Sveppi? Þetta þú ætti nú bara að vera fegin, þá getur þú kannski fengið pásu frá þessum gráu joggingbuxum. Já, það er nákvæmlega, þú ert alltaf við. Ég er en athlete. Þetta er erfitt. Sko, þetta myndi ég myndi segja nei við þessu. Nei við þessu? Já, eiginlega aðal ástæðan er svo, ég myndi ekki nenna þessu. Nei. Ég myndi ekki nenna að láta þig alltaf, farið í þröngu spandexbuxurnar. Ég myndi ekkert alltaf nenna að klæða þig. Þetta er bara þegar ég var í þannig skapi. Ég myndi ekki alltaf nennan að koma heim tíðin og rétta það föt, sko. Nei, ég myndi ekki nenna því. Ég myndi ekki nenna bara að vera með þig hangandi yfir mér í einhverju svona og stjórna mér einhvern veginn bara í lífinu. Ok, Egill. Ég verða að segja, nei, ég vilja 48 kúlur ég sett já. Og já, þú vilja 4 milljónar mánuði. Já, ok. Svo er það síðasta spurningin í myndir fyrir cash. Fyrir 200 kall á mánuði, hvað myndið þið leyfa hárinu okkur að vaksa lengi á þess að klippa ykkur? Þið fáið 200 kall fyrir hvern mánuði. Glemdu þessu bara strax, sko. Ok. Ef ég get ekki farið til Rópa annarkvæmt fyrsta klukkan 10 í vaskinn og í strípunnar og hettun og alla pakkan. Myndir ekki einu taka mánuð fyrir 200? Þá er þetta bara búið, sko. Myndir ekki taka mánuð? Þetta er það skemmtilegt sem ég geri. Það er að fara annarkvæmt fyrsta tilla með stólinn á Rópa, heyra hvað er að frétta. Er það skemmtilegt það sem við gerir að fara í klippingu? Já, veist það, eiginlega. Ég myndi ekki nanna vera hérna, ég get ekki farið í klippingu, sko. Svakalega líf. Já, nákvæmlega. Hvað ert að gera heima þér? Hvað er bara hlægjandi út í bíl bara, já, kannski að fara í klippingu maður. Ég var í klippingu morgun, ég aldrei skemmt mig að bil á æfinni. Já, það er bara þannig. Samt að, veist, það er ekki eins og sér breyting, skilur. Jú, það víst það. Myndur ekki taka þátt í þessu? Myndur bara segja nei við blöð? Myndur ekki taka 1 mánuð fyrir 200.000? 1 mánuð? Sleppa heilum... Vá, shit, gifst þeir, hvað er það? Vá, hvað ert veikur, maður? Skemmtilegt það sem hún gera fyrir klippingu. Sveppi, hvað myndur þú taka marga mánuði? 200, ég væri alveg til í að taka svona 1,5 ár. Ef að því að ég myndi líka bara vilja, að því að ég sá hérna mann í dag sem að heitir Haukur Hólm, gamall fréttamaður, toppmaður, sko, ég sá hann er með axlasítt krullað hár. Og ég var bara, ef ég myndi safna, þá væri ég eins og hann, nema ég væri með svona löðrandi hreiður á haustnum. Hreiður er að stríða þér. Svona píkuhára framan einhvern veginn. Skilur þau? En hlýðarnar eru góða, sko. Hlýðarnar eru fínar, sko. Ég var alveg til í 1 ár. Ég var að leggja í Sveppa bíómynd þar sem ég þurfti að vera með svona rosalega mikið af krullum. Og ég var búinn að safna í einhverja 4 mánuði. Það er bara 800 skall. Já, ég væri bara til í að sjá mig eftir 1,5 ár ef ég myndi bara safna og leyfa þessu bara go nuts. Þannig þú tekir 1,5 ár. Já, og ég var jafnvel til í að endursemja þá. Skilur þú? 1,5 ár hjá Sveppa. Egill myndi ekki taka mánuð. Það er mikill munur á það. Þetta var myndir fyrir cash. Hér eftir smá stund Ingo Veðugu þetta er að koma í spjall. Við ætlum í dagskrárliðin talaði við símtal sem við Sveppi vorum alltaf í á þriðjudögum og margt fleira góðgæti. En hér kemur hins vegar líklega flottasta lagi á stöðun í dag. Stay High heitra með Tove Lo. 5-7, úti er gul sól og það er klukka. Hér er gaman, já, hæ. Það er ekki eins og sól úti. Nei, ég var bara, veist, svona rikar maður. Það er byrta. Maður rikar í svona kynningunum, sko. Já, það er ekki búin að vera út af þessu leiki. Ég veit það, ég veit ekki hvernig ég á að haga mig, sko. En það er komið að mjög skemmtilegum dagskrárliðkjæru hlustendur. Þetta er nú eitt af því sem við gerum hérna strákarnir á þriðjudögum í gamla daga. Akkurat, og dagskrárliðin heitir Talaði við símtal. Hann er ekki flókinn. Nei, hann er mjög einfaldur og og mjög skemmtilegur þegar hann gengur upp. Já, og við höfum nú, hann var orðin erfiður svona í seinni tíð. Já. Við höfum þurft að hringja út á land. Já, ég er að spara hringja í bókasafn einhvers staðar út á landi núna. Já, þetta þarf að vera út á landi, af því að við látum alltaf lítið út eins og það hafi slegið saman 2 línum. Já. Sem er eiginlega ekki hægt í dag. Hvort vilt þú vera sá sem að tala við konuna eða mannin á bókasafninu eða sá sem er að tala inn á línuna? Það hefur nú alltaf hent mér betur að vera maðurinn sem tala inn á línuna, sko. Já, ég á að halda inn á línunni. Já. Ok, félaga, þetta er ekki flókið. Ég ringi núna á bókasafn og er að tala við starfsmann þar og Sveppi Krull er að trufla síntalið. Förum í Talaði við símtal. Hvað viltu að ég veri dónalegur á skalanum 1-10? Ekkert allt og dónalegur, svona 6-7. 6-7? Mút badmannstjarnan. Ekkert mál, kallið minn.
Bæjarbókasafn, Árný. Já, góðan daginn. Góðan dag. Bjarni heiti ég og var að flytja hérna í bæinn. Já, sæl. Ég ætlaði bara að athuga maður svona ný kominn og hvar eru þið staðsett? Það allt inni. Heyrðu, við erum í Ráðhúsinu. Veistu hvað Ráðhúsið er? Já, ég held ég veit hvað það. Já, við erum þarna við hliðin á bankanum. Það allt inni farið út. Allt inni farið, hvað segirðu? Nú veit ég ekki. Það er einhver á línunni hana. Já, ok, hvað segirðu? Er ég á bankanum? Já, veistu hvað bankin er? Já. Við erum þarna hinum einn bara við gangin. Já, ok. Hvað er opið lengi? Einar, út með þetta! Halló. Hvað er þetta? Heyrðu, það er opið til 5 í dag. Opið til 5, en Þegiðu! Það er náttúrulega, Þegiðu! Það er einhver á línunni hérna. Er hjá þér? Ég veit ekki hvar þeir hafa komist inn, en þeir hafa komist einhvern veginn í gegn. Já, ok. Það er ekki verið að kalla þetta hjá þér? Nei, það er ekki verið að kalla þetta hjá mér. Sóðabrók! En það er opið hérna til... Það er opið til 5 í dag. Já, en hvernig er eins og helgina? Það er ekkert opið helgina. Er þetta í brók? En svo er á mánudaginn, þá er opið... Hann er í brók! Í brók? Jesús minn. Í hver ertu sóðastelpa? Halló, hvað segir þið? Heyrðu, fyrirgefðu, þetta er alveg magnað. Það er opið hérna á mánudag frá... Skín í þig? 11 til 6. Heyrðu, það skín í þig? Halló? 11 til 6. 11 til 6 á mánudaginn, og er það þannig alla virkadaga? Það er alla virkadaga, nema föstudaga, og 50 er opið til 7. Prikið, það er langt komið inn. Prikið? Þetta er enn og aftur. Já. Þegiðu! Heyrðu, getur þú gefið mér... Já, byttu. Þegiðu. En hérna, ef að... Það er allir færðir út á það! Halló? Bjarni, hálfviti! Ertu þarna? Já, ég er hérna, það er bara einhver svo skrítið, það er eins og sé einhver annar hérna. Já, það er einhver annar á línunni, ég ætla að reyna að hringja þig aftur, þetta er ekki tægt. Það er ekki hægt að hringja aftur. Heyrðu. Það er búið að loka allir línum. Hringja þig eftir augnablik. Býttu, halló? Halló, ertu þarna? Já, þetta er bara svo skrítið símtal. Já, Ert þú hérna? Mjög skrítið, það er einhver á línunni, ég ætla að fara... Já, er hann hjá ykkur? Nei, það er enginn hérna inni í húsinu. Situr bara brjóstaldra laust þetta bak við síman. Þess konar, halló? Jesús minn. Heyrðu, ég hringi í þig aftur, Bjarni. Brókarlaus í skripp og stól. Býtu þannig að, já, ég er bara... Hvað er undir brókinni þinni? Hvað er undir brókinni minni? Þetta er hérna enn og aftur, eitthvað. Sóðastelpa. Jesús minn. Heyrðu, ég hringi í þig aftur, Bjarni. Hvað heitir þið? Ég ætla að skoða þetta aðeins. Ég heiti Einar. Nei, ég heiti ekki Einar, ég heiti Bjarni. Já. Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Halló? Halló. Hvað er að gerast hérna? Halló. Þarna ertu, já. Herðu, já, nei, það kemur alltaf einhver inn. Hvað segir þau? Já, það kemur alltaf einhver inn. Herðu, ok, þá bara hérna... Ein heim í kvöld? Nei, það er ekki. Takk, kjalla. Bæ. Þetta var gaman og góð liður sem heitir Talaðir í símtal. Þetta var gaman. Já, það var sveimið þá. Við vorum ekki búin að prófa marga, sko. Þetta gekk upp. Já, flögu gekk. Já, ég fæ bara svona sælu tilfinningu allan líkamann minn. Gert þetta í 1 árið? Sérðu bara hvað ég titra gleði hérna. Já, það er sumt á þessum titra lengur en annað. Þetta var Talaðir í símtal. Fögnum saman 60 ára afmæli Lindex. Dagana 10. til 14. september stendur yfir afmælisleikur Lindex. Við þökkum frábæra viðtökur á Íslandi og nú viljum við gefa 60 heppnum viðskiptavinum okkar. Hvernig sem í þér syngur, hvað sem tautar og raular, þá er fyrir mestu að velja sér skemmtilegt aksturslag. Hagkvæm eldsneytisnotkun og minni CO2 útblástur fellur líprulega að afslöppuðum og áhyggjulausum akstri á nýjum Yaris, svo þú hreinlega brestur í söng. Nýr Yaris, veldu þér skemmtilegt aksturslag. Toyota. Strákar, eru þið búin að prófa Red Tab línuna frá Levi's? Slim Fit, Loose Fit og allt þar á milli. Komið í Levi's. Við reddum þessu. Við hjá Reykjavík Fashion Academy bjóðum upp á frábæra námsleiðir fyrir þig. Náðu frá því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráning í gangi á rfa.is. Bölmóðursýki og brestir bera vottum stig. Bölmóðursýki og brestir bera vottum stig. En nýja danska grísasamlokan á Fabrikunni ber vottum stig. Fabrikan. Áttu auka bíl? Ertu á leið í frí? Láttu bílinn vinna fyrir þig. Þú einfallega skráir, leigir og hagnast með Caritas. Caritas.is.
Toppaðu daginn með Juicy samlokum og góðu kaffi hjá Joe and the Juice. Kíktu til okkar í Kringluna, Smáralind eða World Class Laugum. September tilboðin í 10.11 eru frábær á ferðinni. KitKat Chunky á 119 krónur. Aunt Maple Muffins á 199 krónur. RC Green Apple á 199 krónur. Og Mars á 99 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Hjólum í skólan fyrir framhaldsskólanemendur 10. til 16. september. Skráðu til leiks og þú gætir unnið glæsilegt trekk reiðhjól að verðmæti 100.000 krónur frá hjólreiðaversluninni Erninum. Kynntu þér málið á hjólumiskólan.is. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. Baby back ribs lang besti parturinn af rifjónum. Dirty burger and ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Wow Air, Boli og Doritos kynna Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. október í Hörpu. 3 dagar, 14 grínistar, 5 sýningar, miðasala hafin á miði.is og harpa.is. Xena. Agent.is og Jagermeister kynna Turn Up The Speakers á Hendrix við Gullinbrú næstkomandi laugardagskvöld. Framkoma Nietzsche Moore, DJ Óli Geir og fleiri. Forsala miða í Kisskringlunni og miði.is. Verð aðeins 2.000 krónur. 18 ára aldurstakmark. Hvert þitt uppáhaldssalat? Þú velur hráefnið og við búum til salatið. Opið til 9 í kvöld. Lokal Borgartúni 25. Paxal kynnir Ólafur Arnalds í Hörpu 18. september. Miðasala hafin á harpa.is og miði.is. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Mini-pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. Við lánum aukalega til þeirra sem að kaupa sér húsnæði í fyrsta skipti. Kynntu þér málið á islandsbanki.is. Strákar, eru þið búin að prófa Red Tab línuna frá Levi's? Slim Fit, Loose Fit og allt þar á milli. Komið í Levi's. Við rettum þessu. Í dag 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Hlusta á FM 95 blöð. Blöndal heiti ég, beint á móti mér sitja Egill Einarsson og Sverrir Þór Sverrisson. Húrra! Og mér á vinstri hönd situr núna engin annar en Ingo Veðurguð. Vertu velkomin, Ingo. Takk fyrir, strákar. Eða það sko, það var náttúrulega, þú fékkst nafni Ingo Idol á sínum tíma. Já. Þú varst ekkert alltaf skotin í því. Nei, ekki svona til lengri tíma, sko. Nei, nefndir ekki að vera að kalla þér Ingo Idol. Nei. Svo byrjaru og slæri gegn með Veðurguðunum. Þá verður Ingo Veðurguð. Já. Er einhverja líkur á því þegar þú kemur næst í spjaldtíma við sem herðu Ingo Minute to Win It mættur? Mínútu Ingo? Já, Mínútu Ingo, það er ekki gott nafn. Það er leiðilegt. Ingo Mínúta? Það er leiðilegt nafn. Það er ekki hressandi að fá það við nefni. Mínútumadur. Mínútumadur er mættur. Já. 60 sekúndur. Eins og staðan í dag, þá er náttúrulega margt skárra en Veðurguða Nikkið sem hefur offsótt mig eftir dagskráleiðinni. Eftir 95 blöð. Já, hjá okkur. Ertu ennþá að fá það eða? Ennþá? Já, það er bara síðast, hvernig var það? Í fyrra dag fór ég að spila á einhverju skemmtun hjá A4 eða einhverju góðu fyrirtæki Pennanum eða og þá var hún Jónína í skemmtunindinni sem hendi hvað, komstu með rigninguna með þér? Og ég hummaði þetta frá mér. Það er nú ekki fyndið. En ertu, ég byrð hlustum þér hér með að hætta þessu gríni. Líklegt sko. Þetta er nú allir, nú er allir sem var hlusta bara, já, þetta er alveg rétt hjá auðvitað, við verðum Já, hætti þessu. Það er bara að hætta þessu. Þetta var fyndið í svona 4 mánuði og nú er komið 4 ár og 6 mánuðir. En eins og ég verðst að spyrja að því fórst inn á það, en svo þegar hún segir við þig, hvað tókstu bara rigninguna með þér? Þú segist humma frá þér. Já, ég segi sko, ef þú spyr mig, hvert þú núna? Ok, ég ætla að vera hérna. Hvernig það, tókstu rigninguna með þér, Ingo?
Já, þetta bara svona það bara nákvæmlega svona það bara svona engin áhugi en þú veist, þetta bara og þetta óþægilegt fyrir alla já, mjög meira sér óþægilegt fyrir Jónin í skemmtinefndinni þegar hún átta sig á því bara þetta er kannski ekki já, ég hugsa svo þetta gerist svona 5 sinnum viku, ég hugsa svona við hverju býst hún bara, að ég segi bara, já, rigningin maður sorry með rigninguna, nei, joke ég veit er ég að fara að hendi þetta bara alltaf já, þú átt að gera ég veit ekki, sko kannski heldur hún það, ég sé bara alltaf hendi alltaf í þetta á móti, sko nei, ég geri það nú seint já, og svo bæði vegi, ég var að spá þrumum eldingum í hausinu að þú getur líka, sko, fara að taka nú svona þú getur verið með þetta undan þú kemur að fundin, herru, sorry með rigninguna herru, hvernig verður þetta hjá okkur að lögða brjóta ísinn sjálfur bara klára brandarann en hugsaði að það er eins og með Pétur Jesú þú veist, pæli viðinefni hann lék í Dískra Súbesta 96 og ennþá kallaði Pétur Jesú spáði líka að vera kallað Muscle Boy viðbjöður það er mjög gott nafn kannski þú finnur upp á því sjálfur það er út í hött náttúrulega hann fann upp á því sjálfur, DJ Muscle Boy en við erum ekki hér til að ræða DJ Muscle Boy heldur, talandi mínútumannin Ingo, það er að byrja nýja þættir sem að þú ert að stjórna, ekki satt? Jú, ég er host in Minute to Win It já, og það er svona þitt fyrsta svona stóra sjónvarpsverkefni, ekki? Já, það er alveg rétt fyrsta sem ég kynnir svona stýra einhvern þætti, þetta er bara mjög skemmtileg þáttur ég veit eiginlega ekkert hvað að segja en datt þið ekkert í haugsamt afsakið gripið hann með fyrir þér aflitað eins og kóngurinn er úti já, Guy Fieri, hann er flottur en ég er svona það held ég verið alltaf illa heppna að ég fara að herma eftir honum sko. það hefur verið svo svolítið vandrarlegt og vildu setja svona þinn stimpil á það já, við erum bara svona, ég sjálfur, þetta er ágætlega skemmtilegt efni eða hafið séð þetta eitthvað, þetta er svona ég er búin að horfa á allt saman, ég elska þetta þetta er mjög skemmtilegt, maður verður svolítið húgt á þessu þetta er bæði fyrir unga sem gamla og svo er þetta að hendi í þetta í einhverjum alls konar þetta er bara í barna, já, dóttir mín 11 ára sko, þetta er bara í hverju einasta afmæli sko og ég mitt sko líka svona kannski tengslu þetta, ég held að besta eftirparti sem ég hef farið í nokkuð tíma var eftir eitt þáttinn, þá vorum við bara með 100 þrautir, alla græjur og allt og þá var náttúrulega verið aðeins að skála eftir lokað tökur þá var hægt að nota bara eitthvað leiki úr bara öllu draslinu, bara 500 bortenniskúlum og vössum og drasli, það var bara því líka veistla sko. Gaman þetta er ekta, álfuru Þarna er þetta svona býrpong sinnum 100 sko, það getur gert allt það er svona skemmtilegt. En núna er kaninn alltaf, ég er búin að horfa mikið á Minute to Win It kaninn sem tekur þátt er svona rugglaður og þetta er alveg og gefa öllum high five og öskar áhorundur og veist hvernig kaninn er algjörlega en nærða að peppa Íslendingin upp í að vera hálfgerðan kanar ég skil vel hvað að menna sko, það voru náttúrulega því líka pröfur sko, alltaf svaka flott velun, það var bíll í fyrstu velun og nær öllu þrautuna, þannig að voru mjög margir sem vildu komast í þetta þannig að vorum alveg í 3 daga að velja fólk inn að koma örgulega 200-300 mann sem vildu komast inn og sendu inn línur, þannig að við völdum svona hressasta og skemmtilegt að liðin? Já, reyndum að velja það sko. En hvað er það margir þættir, veist það? Þetta verða 10 eða 11 þættir. 10 eða 11? Þú byrjar í næstu viku? Byrjar 50 daginn næsta, í ópenni dagskrá á skjánum. Frábært. Annað mál yfir í aðra sálma, maður að heyra hérna sögur á göttunum að Ingo Viðuguð sé gengin út, er það satt? Já, það er satt. Nú. Congratulations. Til hamingju með það. Takk. Það er langt síðan? Nei, nokkru mánuðir. Nokkru mánuðir og gengur vel? Já, mjög vel. Það er alltaf svo gaman svona fyrst sko. Já, ok. Verður það svo eitthvað leðilega? Og deyru það svo? Takk fyrir þetta. Vonandi Íris að keira og hlusta. Þetta er gaman fyrst. Gaman svo fyrst. Nei, það er rosalega gott að vera ástfangin. Finnst ykkur það ekki, strókar? Haltu kjafti. Við erum ekki að tala um ástina, strókar. Jó, skemmtilega. 4 fullorðnir karlmenn að tala um ástina. Já, ég var að ræða Ingo. Hann er náttúrulega gestur hérna sko. Já, ég var svona að spyrja. Þú ert ekki að fara að blanda öðrum hérna inn í þetta? Nei, ég er bara að tala um þetta. En já, þannig að það gengur bara vel. Já. Hver er þetta? Hvaða stelp er þetta? Rakel heitir hún. Já, fín. Maður spyrja hvar kynntist henni? Ég kynntist henni svona gegnum sameiginlega vini. Já, það er eiginlega alltaf bestið ekki? Já, svona aðeins svona, jú. Það er eðlilegast. Þetta er ekki eitthvað sem að, við vorum eitthvað að deyta á engamál.is og svo ákvaðum við bara að byrja saman. Þetta er ekki þannig. Þú kynntist henni eitthvað Tinder eða eitthvað þannig? Nei, nákvæmlega. Það er mjög gott. Það er líka gott ef það eru sameiginlega vinnir, þá fílar þú vinnu hennar? Já, hún er mjög skemmtileg. Við erum oft bara heima að spila og svona í róleitum. Já, ég veit ekki kallir hún á róleitum. Já, hann er bara heima að spila, ég er ánægður með hann. Já. En finnst henni ekkert gaman að vera með Ingo? Er hún ekkert svona Inga? Heldur þú sé montin að gerast henni Ingo við ykkur?
Já, svona annars lagið sko. Já, en hún náttúrulega ekki alltaf hreinu. Já, við bara áskum ykkur allsins besta og með þáttinn, en þú ert ekki alveg lausingo. Við ætlum að taka hérna eitt lag því að við erum með Minute to Win It þraut á þig. Þannig að áður við fáum hana ætlum að hlusta á eitt hressandi lag hérna. Það var stress. Langar þig í ekta ítalskan gelato? Paradís býður upp á alvöru ítalska stemningu. Paradís, Njálsgötu 23. Hætta að jarma, farið í Varma. Find okkur á Instagram og Facebook. Varma, the warmth of Iceland. Nýtt í bíó. The Novemberman. He has information on the agency. Spennumynd í anda borðmyndana spillingu innan CIA. The CIA conspired to start a war that killed hundreds of thousands of people. Hörkumynd með Pierce Brosnan í aðalhlutverki. Now he'll come after us. The Novemberman. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Að bíða eftir því að ná hol í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, Léttöl. Í dag Atlantsolíudagur. 12 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlantsolía. Við lánum aukalega til þeirra sem að kaupa sér húsnæði í fyrsta skipti. Kynntu þér málið á islandsbanki.is. Fullbúð af nýjum vörum. Körví, fákafinni 9. Fyrir Körví skvísur. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Í dag föstudag bátur dagsins túnfiskbátur. Subway, ferskleiki okkar bragð. Í dag 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Kofinn kofinn sem allir aðrir kofar hræðast. Kofinn, Laugavegur 2. Fréttablaðið Helgarblaðið. Fyrirverandi lögreglumaður hjá sérstökum saksóknara misti trúna á embættið vegna ágreinings hvernig skilgreina ætti markaðsmisnotkun og umboðsvik. Stærstu sakamál embættisins hafa verið reist á þessu tvennu. Alex Salmond hefur barist fyrir sjálfstæði Skotlands í meira en 3 ár og 10 nú hillir undrað draumur hans geti orðið að veruleika. Á 5. ganga Skotar að kjörborðinu. Menn velja á milli þess að vera í vinnunni eða endalusum partíum, segir stórsöngvarinn Kristinn Sigmundsson. Hann æfir með íslensku óperunni í fyrsta sinn síðan 1989. Sjálfsvígstíðni há hér á landi, eftirlifendur kalla eftir stuðningi og fólk sem hefur reynt sjálfsvíg kallar eftir úrræðum. Helgarblað Fréttablaðsins ómissandi hluti af góðri helgi. Alltaf á föstudögum 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Já, það eru 2 harðir og 1 lunga mjúkur hér með ykkur í dag. Reyndar ekki til 6, við hættum 5:30 í dag út af haustfagnaðarstöðar 2, en hann ennþá hérna hjá okkur, hann Ingo Viðuguð, eða Ingo Minute to Win It Man, og við ætlum að henda honum í létta þraut. Já, það alltaf svo létt yfir okkur hérna strákunum á föstuðum. Já, og ertu tilbúin í þetta, Ingo? Já, ég ekki með góða tilfinning fyrir þessu. Okay. Jú, þetta verður ekki erfitt. Eina, þetta alltaf hættulegt að gera þetta svona í beinni því að það getur allt farið úrskeiðis. Já, við þurfum að tekja inn símannabla. Já. Þú færð mínútu, ég hringi hérna í númer, bara eitthvað út í bæ, og þú færð mínútu til þess að láta skella á þig, en þú mátt ekki segja skellt á mig. Mátt vera eins dónalur og leiðilegur og... Já, þú veist ekki einhvern helberan dónaskap. Það má alveg vera eins og allavega ekki með ræður þetta ekki. Nei, sem stjórnandi þáttarins þá er ég að segja að hann má ekki vera með eitthvað ógeðslegan dónaskap. Má ég vera eitthvað annar en ég, eða? Já. Bara... Ingo aldrei dónalur. Nei, ég veit það. Nú er það ekki, ég veit ekki betur en að það hefur verið held dónalegur að barnaskemmtun hérna árið. Já, takk fyrir það. Ég meina, ef hann alltaf að skella á sig, það verður alltaf að vera x-dónalur. Það getur ekki verið kamma og skellir hann þetta ekkert á. Hann finnur bara út af því. Hann bara finnur út af því. Ég treyst honum. Ert þú tilbúin í þetta, Ingo? Já, ok, en hérna má ég spurja samt fyrst. Sá sem við ringjum í, má ég vita hvað hann heitir? Ég veit ekki eins og henni sjálfur. Við ætlum bara að hringja eitthvað út í blá. Ég er bara stimplin einhvað númer, bara eitthvað kjaftaði, sko. Svo er ég bara hérna með klukkuna og þú fær mínútu til að láta skella þig. Þú getur bara að spurt, hvað heitir þau? Ingo er að stressast upp, sko. Þú hefur bara mínútu til að láta viðkomandi skella á þig. Já, þetta er ekki flókið. Og banna biðjanum að skella á sig. Já, það er eina sem banna. Ég segi tíman í gangu leið og svara. Æ, svaraði nú einhver. Hvað strindur þú? Ekki hugmynd. Reykvöld? Já.
Það skýta á Það er hringið aðra línu hérna Þú hringir ekki með númeri sér að það hringið á hann Það er alltaf svarað þar Allt neður þig Svarar mér ekki alltaf í síma sinni Kannski hann í ræktinni Við erum sundi Fara bara fyrirtæki Þetta er vannmeti útvarpsefni, bara svo við þetta Þetta er spennandi og það er gaman Ok, tökum þetta hérna Þetta er það sem ég var að segja gláðan, ég geti gæst Ég sagði þig hvað númer átt að hringi í Það er alltaf svara þar Ég er að hringja þangað núna Rákar, þetta er vannmeti, þetta er gott Dómus Pizza, góðan dag Já, halló Góðan daginn, hvað fyrir þér? Ég fekk pizza þarna á hann Já Það var algjörlega til skammar Algjörlega til skammar Ég var að gefa saman til vakstjórun Nei, ég vil að þú sjáur þetta Ég vil að þú sjáur þetta Ég pantaði pizzunni hjá þér og talaði við þig persónulega Þú ætlaði að hafa þetta í lagi og pizzan var gjörsamlega ómöguleg Hvers konar þjónusta er þetta? Ertu vissum að ég? Já, ég veit þetta varst þú, ég þekki röddina Þú ættir einfallega að skammast þín fyrir þessa starfshætti Ég skil Já, skilur það? Ég skilur það raunverulega Já, þetta líð ég ekki Þetta finnst mér fáránlegt Og þú bregðist svona við að beina svo yfir á annan Þú átt að taka ábyrgðin á þeim pizzum sem eru pantaðar hjá þér Já, svoleiðis, það er sem bara Já hjá fyrirtækinu Að ég sveppi á pizzuna mína Ég finnst ég það í lagi að setja sveppi Ég er með ofnami fyrir sveppum Nú, fyrir ekki ég gefið samt vast Já, ég vil fá að ræða þetta við þig Það var mínútu og 3 sekúndur þegar hann eiginlega sketta hann sendi yfir á vakstjóran You lost! Hann skellti ekki á þig Hann skellti Þetta er fljótt að gera Þetta er heavy, sko Já, hann svissaði eftir mínútu og 4 sekúndur gaf hann samband við vakstjóra Á þess að einhver baðan Hann eiginlega skellti ekki á, sko Nei, þannig að Þetta er erfitt Hann líka, því hringdu í dóminu, sko Hann verður eiginlega að hlusta á kúnan Já, þú hefði líka getað verið bara allir í kúk Það verið bara, ok Ég er allir í kúk, mér er kúk í auðvitað Æ, prumpaður á pizzuna mína Eins og heyrið þá, Sveppi gerði þetta áður Akkur gerir þetta ekki svona Sveppi er svo atvinnumæður í þessu Ég held maður þurfti að vera eðlilegur, sko Láta skella á sig svona málefnalega Þú mátti gera hvað sem er Þetta er góða leikur, þetta er skemmtilegur leikur Partileikur Þetta var Minute to Win It, FM 95 Blö Ingo, alltaf gaman að fá þig heimsókn Gangið vel með þáttinn Og já, ertu að spila eitthvað um helgina? Já, ég spila út allt maður Já, hvað er að spila? Hörpunni og einhverjum golfskála og svo einhverju kaffistóðum Vel gert, gangið vel með það líka Takk fyrir Þetta var Ingo Veðugud, hér eftir skammastund þá erum við bæði að fara í spurt og svarað Við erum eftir að fara í Starbucks Sveppi Og já, sturla staðreyndir eftir líka Svo mikið að gera. Og ég veit ekki hvað og hvað Ó, ég er alveg búinn Hér er FM 95 Blö Hann er farinn að Ingo Veðugud, alltaf gaman að fá hann í heimsókn Snillingu þar á ferð Fylgur meistari Já, hreinskilinn og skemmtilegur ungu drengur Frábær manneska Já, toppmaður En það er eins og komið að dagskrálið sem er alltaf í FM 95 Blö og heitir Sturla staðreyndir Oftast fyrra á ferð en þar sem að það búið svo mikið að gera hjá okkur þá hefur við ekki komist í hann Já Og ætlum bara að fara í hann núna Svo ertu ekki búin að sakna að Sturla? Já, mjög langt síðan Ég fæ bara svona nostalgíu gæsahúð Og líka gaman fyrir þá sem við kannski keyra heim núna og ná ekkert þættunum svona fyrir hlutan að fá Sturla staðreyndir Já, í staðan fyrir að fyrir að leita um að netin í kvöld og hann fara að sofa Já, nákvæmlega eins og flesti gera Er þið tilbúin? Ég er með 10 staðreyndir sem er allar Sturlaðar Ok Hér kemur fyrsta Vísindamenn vilja meina að það sé betra að hlusta á tónlist með vinstra eyranu og að hægra eyra sé betra í samræðum Yes, Veit ekki með það Þetta er spes Ég hinga til að nota alltaf bæði eyrun einhvern veginn að hlusta á tónlist Ég nota ekkit annað eyra meira held ég sko Nei, og líka að þú gerir það veist, þú reynir að hlusta á allt í stereo sko. Þess vegna ertu með 2 eyru sko. Akkurat, góðu punktur í að söpa Ég ætla að segja sem vísindamenni það er nú ekki mikið mál fyrir mig að fara að nút og sparki í raskatu Hey guys Fara að láta að heyra það síðar Nákvæmlega 97% fugla eru ekki með tippi sem var mjög skemmtileg staðreynd 97% fugla Sko ég hefði ekki hugsað út í þetta fyrir að lasa þetta í dag Hefur einhvern veginn að sé fugl með tippi? Nei Jú, nema bara snjótilling
Hann ekki sem með tippi. Já, free comedy. Það ótrúlegur. Egil, hefur þú séð fugl með tippi? Nei, ég svona Ég er mikil dýra áhuga maður sko og það einhvern veginn lítið fjallað limi og fuglum á Discovery og sem stöðum sko. Já, ég skildi ekki, hvað 3% fuglar með tippi? Já, það eru greinlega einhver. Líklega haförn, það er mjög svona masculine fugl sko. Það hann sem er lítinn dela. Grunna sem er penis. Það eru ekki eftir að spá í hvað fuglar þetta séu. Ég er líka bara að reyna að sjá þetta fyrir með fugla fljúa svona til í sveitast allt einhvern veginn. Það er krútlegt. Það fór beint í auga á mér. Það koma tunglskjálftar á tunglinu og mældist einnum daginn á 5,5 á Richter. Já. Eins og jarðskjálftar, þá er það tunglskjálftar. Já, ok. Það er rosalegt. Ég væri rosalega til að prófa að fara til tunglsins. Gera hvað? Bara standa og horfi yfir heiminn, maður. Horfi út í heiminn. Þú myndir aldrei þóra Út í geiminn. Út í geiminn. Þú ert ekki með þessi þarf til að vera geimfari. Ef mér er þið boðið að fara, ég myndi alltaf að gera. Gæti það ekki? Jú, ég gæti það víst. Fara út í geim? Já. Værið þið ekki til það? Fara, ef eitthvað er búið að kíkja á tungli, myndi ekki segja já? Ég hrættu við að fljúa til Akureyrar sko, þannig að fara á tungli fyrir mér er svolítið svona eitthvað sem ég myndi hræða svolítið. Þetta er ekki gott um flugrættur. Það er ágætis kraftur hérna í take-off. Já, ég meina, ef auðvitað myndi fara til tungsins, þá er mér aldrei treyst fyrir neinu inn í vélinni. Nei. Það er bara svona einhver api sem fara með eða eitthvað. Bara okkur api, bara farþegi. Þetta kallast ekki farþegar sko. Kannski framtíðinni, já. Mér finnst það ótrúlegt að ykkur finnst ekki spennandi að fá að fara á það. Auðvitað finnst mér spennandi, mér finnst það svo fjarlægt eitthvað. En hvað, út mættur hana, lappar að koma á tunglinu, ok, virkar mjög léttari, gaman að hoppa og eitthvað, og hvað svo? Það er bara magna. Síðan bara, drullum okkur heim. Það er ekkert að gera þarna. Þetta er bara svo að fyrir að skoða foss, ok, þú mættur náttúrulega, sér fossin, ok, magna, hvað svo? Að fara heim. Það er út á tunglinu. Já, og tekur þið marga mánuði að fara heim aftur? Nei, marga mánuði? Hvað er þetta eitthvað rugglaður eitt? Hvað tekur lága tíma að fara heim? Farði í klippingu, maður. Ég var í morgun, klukkan 10. Já, vita það allir. Þetta er góð spurning, hvað er maður lengi heim frá tunglun? I'm gonna Google it. Það fer eftir hvernig þú fer. Ef þú fer í Yaris, þá ertu kannski... How long is the trip to Svo næsta, fílar þekkja sjálfan sig í spegli. Sturlu starrend. Anskotin, bara 3 dagar heim. Það kjaftaði það, betur ég. Nánast eins og fljúa til Asíu. Þetta er bara að fara til Thailand. 3 dagar. Já, þetta er ekki flókið. Fílar þekkja sjálfan sig í spegli. Hvernig veistu? Hvernig geta það fundið það út? Það er bara menn sem að vinna með fílum sem eru búin að fatta það svo. Hvernig veit ég? Þetta kemur ekki frá mér sko. Nei, ég veit það. Ég er ekki endur að skamma þig fyrir að segja þetta. Komst með þannig tón. Ég er samt bara að spyrja þig, skilu. Ef þú kemur og segir, ok, hérna erum við 12 fíla. Speil framan í einn. Nei, hann þekkti sig ekki. Svo setur við speil framan í annan. Og hann svona, og sérðu augabrúnirna liftast. Hann þekkti sig. Skrifa þetta niður. Það er ekki, allir fílar þekkja sjálfan sig. Þannig að þú ert frekar að tala um einhver önnu dýr. Þannig að allir fílar þekkja sjálfan sig. Í spegli, já. En þeir hafa ekki séð spegjumyndin sem sjálfur þegar þeir eru fara að fá svona að drekka eitthvað svona vatni. Já, ætla að segja það. Takk Egill fyrir góðan punktinn í röðuna. Randaflugur hita upp áður þar hefja sér til flugs. Þessi er æðislega. Það er bara æðilegt, svo tókn ekki. Það er bara sama við félagarnir gerum. Mér finnst þessi geggjuð. Hvað ég veitur til að borga fyrir að sjá randaflugur hita upp. Já. Hvernig ser það fyrir það núna, þú ert að hugsa þetta? Ég sé hana fyrir mig bara svona titra vangjónum, skilur Já, ég sér hana fyrir að taka bara stutta spretti. Háa néliftur? Teygja? Já, hvort þú var að teygja eins. Aðeins að taka búkinn á hálsinn. Aðeins að blaka vangjónum. Já. Þetta er gott. Þetta er mjög gott. Svo er það hérna þinn uppáhaldsleikari. En til dæmis bara sér, er þá einhver vísindamæður, býtu strákar, komið aðeins. Sjáu þið? Hvað? Sjáu þið randafluguna? Hvað er hún að gera? Hún er að hita upp. Heyrðu, hún er farin á stað. Heyrðu, hún var að hita upp. Strákar, skrifið þetta niður. Hún var að hita upp. Það eru menn, þetta er ekkert bara vísindamenn. Það eru menn sem vinna við, eins og, veist, þú vinnur við fjölmiðla. Það er til beekeepers. Og þeir eru í kringum þessar flugur alla daga, allan sólarhringin. Allan tíma sólarhringis alltaf þessi, ekki allan dag. Og örugglega alla daga. Já, mér finnst þetta bara svo að fyndi. Ná, þetta er skemmtilegt. Bort leikar með næstur, Matthew McConaughey. Það er hárið, Matthew McConaughey. Hann er hræddur við snúningshurðar og fer ekki í þær. Ég er sammála þar. Þannig ef hann fyrir smáralindina kringluna, þá myndi hann labba inn um neðran. Það frekar þreytt að festast inn á milli og svona. Já, og af því hvað, því þú deyrið það.
Það er frekar þreytt síðan alltaf eitthvað sem hleypur í gegn og á seitt og stoppar og það öryggisatriði sko, þannig að þú festist ekki. Það er frekar pirrandi bara. Eða ekki svolítið hallast þannig að vera hræddur við snúningsurð. Sveppi, nefndu mér einn leikara sem er meira sexy en Matthew McConaughey. Strax. Woody Allen. Jesús Kristus. Nei, ég meina, meira sexy. Woody Allen? Hvað ert að meina með sexy? Ertu þá að tala bara bodyin eða bara sexy? Persónuleika? Sexy. Persónuleika getur líka verið sexy. Ryan Gosling. Ryan Gosling er rosalega sexy, en hann nær ekki með því með McConaughey. Nei, ok, frábært. Það er ekki halda áfram með sturgla. Samkvæmt gömlum góðsögum sína fæðingablettir hvað þú varst drepinn í fyrralífi. Samkvæmt hverju? Svona old myths. Já. Þetta er ekki sturglu staðurinn, þetta er ekki sturglu myth. Já, reyndar. Sína hvar ég var drepinn, ef ég með fæðingablett í naflanum, að einhverju hefði stungið mig þar. Já, eða skotið. Í naflan? Ég meina, ég til dæmis var alltaf með svona rauða Ertu með fæðingablett í naflanum? Nei. Hvað ertu að spara? Hvað ertu með fæðingablett? Jesús Kristus. Ég er með fæðingablett hérna. Já, vá, þetta er svona ekta staður sem eitthvað myndi stinga þá. Þú ert með mikið að fæðingablett í gegnum naflan. Já, ég er bara með fæðingablett hérna. Og margir drepið þið fyrir En hérna, ertu þá að meina að ég hef verið skotin með tætara? Mér sýnist það. Þú sérði alveg þetta að sko að kviðfittan á þér lafir yfir díselbeltið þitt, sko. Ég er ekki að vera leiðilegur. Það er það sem er að gera þetta. Ég veit það. Eigum við ekki að fara að kötta þess niður brauðið það? Ég er ekki að vera leiðilegur. Nei, ég veit að málið er það að ég þarf ekki að kötta mig. Ég er að fara í fitusog á þriðjudaginn. En meðað magan á því að Sveppi meðað magan á þér að þá er það svo að vera skotið með tætara. Þú ert allur út í fæðingablett. Þetta er svolítið sérstætt. Fyrir hlustendur þá situr hann ennþá með kviðin lausan hérna inn í stúdíu. Þetta er mjög skemmtilegt. Svo er næsta, stress minnkar í þér heilan og þú fitnar á stressi. Þannig er ekki gott að vera stressaður. Það er svoleiðis. Ég er ekki stressaður, en samt er ég pínu feitur. Já, þú ert reyndar kannski að því að ég er hættur að kúka Já, getur það meira það kannski ekki. Það heldur alltaf við þér. Stress minnkar heilan, já. Ég held reyndar að þú sért svona einhver minn stressaðasti náungi sem ég þekki. Þú stressaði ekki yfir neinu. Nei, ég reyna svona að stressa mig lítið yfir hlutum. Alltaf ef það gerist eitthvað í 70 mínútum eða eitthvað strákunum, þá var ég alltaf að deyja og stressa. Sérðu hvað það er að skrifa hérna? Hverjum er ekki drullu stressa sem engu. Þannig að þú ert undantekning í sanna reglunum. Nei, við getum orðað þannig að þú ert með minni heila en ég. Já, reyndar. Yes, ég er gáðar, ég er bestur. Svo það eru tvær eftir. Dennis Rodman og 28 sískinni. Hvorki meira niður minna. Og svo er það síðasta sturlaða starinn dagsins. Ég glemdi að koma með vatn. Ég ætla að láta Sveppa prófa þetta maður. Skeist. Þegar þú ert tilraunagaur. Það er kaffi hérna, það er nóg að Já, það er eitthvað fötin sín. Ég læti prófa þetta eftir. En þú getur ekki andað og kynnt á sama tíma. Sturluð starrend. Ég ætla að láta þið prófa þetta sem tilraunamann 70 mínúna. Mér finnst einhvern veginn eins og ég hafi prófað þetta. Eða? Eitthvað svona rugg. Já, ég meina það er eins og bara, ég meina það er ekki hægt að geispa og tyggja, sko. Jú, það er víst hægt. Þetta voru sturlaða staðreyndir eða þau eru heima og eru með vasklas, þá getið þið prófað þetta. Hvað ertu ennþá að googla Matthew McConaughey? Já, sko, eitthvað sex myndir á hann er veikur. Sérðu myndir á hann hérna, hann hlaupa bara. Okkur á hann að vera að skoða þetta? Ég bara sín hann Matthew. Bara flottu gaur. Alveg maður, veikur. Herru, þetta voru sturlaða staðreyndir. Fögnum saman 60 ára afmæli Lindex. Dagana 10-14. september stendur yfir afmælisleikur Lindex. Við þökkum frábæra viðtökur á Íslandi og nú viljum við gefa 60 heppnum viðskiptavinum okkar. Levi's er með buxurnar fyrir ykkur. Skinny fit gallabuxurnar eru flottari. Frábært snið, frábæri litir, komið í Levi's. Við erum með þetta. Hip-hop eða rock'n'roll. SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Í Paradís upplifir þú alvöru ítalskan gelato. Búinn til frá grunni. Paradís. Njálsgötu 23. Ljósmyndanám. Náðu fram því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráningu í gangi á rfa.is. Í dag föstudag er bátur dagsins túnfiskbátur. Subway. Ferskleiki er okkar bragð. Í dag er Atlandsolíudagur. 12 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolía. Wow Air, Boli og Doritos kynnar. Reykjavík Comedy Festival. 3 dagar, 14 grínistar, 5 sýningar.
Endalaus hlátur. Miðasala hafin á miði.is og harpa.is. 20% allsherjar afsláttur fyrir þá sem kaupa miða á allar 5 sýningarnar. Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. október í Hörpu. Sena. Yellow Boots, Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. Nú erum við líka á Bíldshöfða. Safran. Í dag er 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Matur, hljómsveitir, snúðar, knús og kossar. Presso. Alveg! Fréttablaðið Helgarblaðið. Fyrirverandi lögreglumaður hjá sérstökum saksóknara missti trúna á embættið vegna ágreinings hvernig skilgreina ætti markaðsmisnotkun og umboðsvik. Stærstu sakamál embættisins hafa verið reist á þessu tvennu. Alex Salmond hefur barist fyrir sjálfstæði Skotlands í meira en 3 ár og 10 nú hillir undrað draumur hans geti orðið að veruleika. Á 5. ganga Skotar af kjörborðinu. Menn velja á milli þess að vera í vinnunni eða endalausum partíum, segir stórsöngvarinn Kristinn Sigmundsson. Hann æfir með íslensku óperunni í fyrsta sinn síðan 1989. Sjálfsvígstíðni há hér á landi, eftirlifendur kalla eftir stuðningi og fólk sem hefur reynt sjálfsvíg kallar eftir úrræðum. Helgarblað fréttablaðsins ómissandi hluti af góðri helgi. FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957. Þið erum að hlusta hér á FM 95 Blö. Við eigum ekki nema 10 mínútur eftir. Við hættum fyrr í dag. Reyndar allar ekki G. Við eigum náttúrulega inni hérna, skal ég ykkur segja, Starbucks sveppa. Já, það er að spila það. Já, við ætlum að spila þá eftir. Það er ömulegt. Við tókum það upp fyrr í dag. Nei, það var mjög skemmtilegt. Stótti endra ekki vel í viðkynna, en samt að gaman að spila það. Þannig að þið verðum til rúmlega hálf og ég þarf reyndar að hætta eftir þess einkomu. Við Gils getum klárað þetta með stakri príði. Náðu spurt og svara ára og farið það? Já, ég ætlaði einmitt að leyfa að hendi það núna áður ég bruna þarna niðurstir. Yes, ég með 2 spurningar sem ég var að velja bara eindur núna, en áður en ég fer í það er push the button. Ekki segja, Taylor, nei, bara hlakka til að hlusta hana til. Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurning og inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég 30 og sköllóttur, munu dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Hvernig finnst þessu eppi? Ég þurfa að vera með þessum mann á hverjum einasta föstudegi. Ég hef aldrei heilt þetta er bara besta sem ég heilt. Þetta er bara mesta kjaftaði sem ég heilt. Ógeðslega að finna. Ég vil þetta finna. Hörru, ég er með 2 spurningar. Önnur er eiginlega til mushroom. Og hinn er einhvern veginn til, ég veit ég vil til hvers hún er eiginlega. Æ, gerðu mig greið, ekki segja að sé eitthvað elli heimil og eitthvað sem er að fara að deyja. No. Hlýtur að vera hættu því. Hérna, á ég byrja á þeirri? Ég bara, þú þarf alltaf að byrja á þeirri. Þessu er þetta, ég er að panika hana. Þetta er svona velta fyrir mig, hver er fyrir eitthvað neginn? 2 spurningar. Ok, byrja hana bara. Yes. This letter is supposed to end up in the safe masculine arms of the man who fears absolutely no change at all. The man with the thick, beautiful, natural blonde hair, perfect jawline, and an attitude that says, hey, it's only fashion. Ég hef beðið gegt lengi eftir rétt. Hvað sagður þau? Gegt? Hann skrifar G-E-G-T. Gegt. Hvað er svona sér 13 ára? Það sko ég veit það ekki. Hann segir, ég hef beðið gegt lengi eftir rétta tækifærinu til að senda þeir tölvupóst Gilsi. Þegar ég frétti svo að meistari Sveppi væri með ykkur í dag, þá tilti ég mér fram að réttvélina og byrjaði að berja á hana. Það er nefnilega einungis 2 menn sem geta aðstofa mig með mitt vandamál. Annar er stórkostlega mannveran þykki G-höfðingin og svo er það sveppadraslið. Ég er með krullur og er í laginu eins og kartafla. Þetta segja Sveppi sér svo kartafla? Nei, hann segir þetta. Hann er ekki búin að spyrja. Ég skal ekki, höldum á spurningin er ekki komin. Ég er nákvæmlega eins og Sveppi en vill vera eins og þú Gilsi. Ég hef aldrei verið með gellu en langa gegt að vera með gellu. Mín spurninga til Sveppa, hefur þú Sveppi reynt að vera gegt flottur eins og Gilsi
eða gafstu upp fyrir löngu og hvernig ósköpunum fórst þú að því að ná þér í gellu? Hvaðið Eggþór? Eggþór, ok. Skemmtilega. Hann heitir... Þetta er ekki. Þetta eru 2 spurningar sem getur eitthvað... Ég get ekki svarað. Gafstu upp fyrir náður í gellu? Vildur þú vera eins og Egill eða? Nei, ég get sagt þér það, minn kæri Eggþór, að það er nú það síðasta sem ég vil er að vera eins og hann Gilsi. Já, þér finnst það gegt hallarinslag. Já, mér finnst það ógó, ömulegt og OMG hvað ég er fegin að vera eins og ég er. Anna, Eggþór, sveppu og rótaði Egill. Eggþór, það fyrsta sem þú þarft að gera er að sætta þig við sjálfan þig og vera eins og þú ert, ánægður, eins og ég, feitabollan ég. Það er ekkert betra í lífinu heldur en að vera glöð feitabolla, heldur en ímyndarlega hamingjusamur vöðva vitlýsingur. Það er búið að pakka þér saman hana. Taktu þetta með þér á stóra kottan þinni í kvöld, kæri Eggþór. Þetta er enda eitthvað besta svar sem ég hef heyrt. Sveppi lagði metnað í að svara manninu. Mjög gott svar. Sjálfsögum. Það var gaman að þú myndir einhvern tímann svara mönnunum sem er sendað þeir bréf. Já, þessum 87 ára gamla mönnum sem ætla að hengja svefnleimilina því að vera sköllóttir. Akkur á ég var að svara því? Það kjaftaði sem ég heilt. Ok, allavega, spurning númer 2. Sæll meistari meistarana, höfðingi höfðingjana. Þetta bréf er fyrir þig, Inspiration Gilsi. Ég þarf virkilega á þér að halda núna. Ég skrifa því núna með tárin í augunum. Ég ligg upp í rúmi á maganum, allsber að skrifa þetta bréf. Maður, kemur í 100. sinn þá var ég ekki nakin þegar ég skrifa ástæðabréfið. Í öðru lagi, ég lá ekki á maganum. Ég veit að þetta er eitthvað á mig. Akkur sér þau alltaf fyrir mér bara allsperan á maganum þegar ég var að skrifa þetta bréf? Nú er ég bara nýrið. Hvernig veist þetta er að tala um þig? Af því að ástæðabréfið sem ég las í Auðdórsveppa, sem ég skrifaði þarna þegar ég var 16 ára eða eitthvað, eða 17 ára. Ég las það hérna í þættinum og hann er búinn að tala um það síðan að ég hef verið sköllóttur allsber að skrifa ástæðabréf á Sauðárkróki og þannig að ég veit þetta er eitthvað tengt í. Það er gott, sko. Nema hvað? Þetta er kannski tilviljun. Mögulega þetta tilviljun. Já. Ég ligg upp í rúmi á maganum allsber að skrifa þetta bréf. Ok. Tárin streyma niður á blaðið en ég er að reyna að einbeita mér að því að skrifa og ég vona að foreldrar mínir heyri ekki í mér. Þau geta ekki aðstoð með þetta vandamál, ég veit að stóri G-höfðingi getur það. Ég á heim á Ísafirði og ég er í menntaskólanum minna. Frábær skóli, frábær félagslíf, frábær bær, góði vinir. Líf mitt hefur hingað til verið fullkomið en núna langar mig bara að stimpla mút. Hætta bara á topnum. Þetta getur einungis farið niður á því núna og ég ætla bara að taka kantóna á þetta og hætta á topnum. Stimpla mút, kalla þetta gott, arrivederci eins og þau segja á Ítalíu. Ástæðverði ég sé enga ástæð til að draga andan mikið lengur er einföld. Þegar ég vaknaði í morgun og ætlaði að gera mig kláran í skólan, sé ég að kollveikin eru farin að þynnast örlítið. Ég er mjög langt frá að vera sköllóttur, en mér sýnist samt að sé aðeins farið að þynnast í kringum kollveikin. Getur þú mögulega heyrt í The Poop með þetta kveðja Laurentius? Já, Laurentius, það er ljótið að þetta færði til að vilja hætta dragandan. Þá ertu jafn vitlaus og ógeðslegur og Egill. Það er ekkert að því að vera með Kollvík og þetta tekur 2 ár að jafna það á þessu. Vinninni stríða er þanga til að snúða þig. Þú ert búinn að snúða þig, þá er þetta minnstamáli heimi. Svo er ég hérna með spurningu frá skólastjórunni í Flensborg. Ákveð fekk ekki Egill Ógeð Einarsson að spila þar, nú vitið það okkur. Já, þau eru að hlusta á FM 957. Ég og Mushroom erum hérna eftir í stúdíónu, Rikki G er komin að græjurnar og Blöðpúp er farin. Já, það er bara hannig. Svakalega er ég fegin. Ég er alltaf fyrir mér, ég er að nota tækifæri, þannig ég er alltaf hérna, baktalan eitthvað. Hann er auðvelt að baktalan. Rosalega auðvelt. Eftir með eitthvað góða blöðsögu eða eitthvað, frá þessu 20 mínútum eitthvað sem að... Það er náttúrulega margt að þessu sem maður getur ekki farið í lofti svo sem. Nei, nýður ekki hérna. En maðurinn er hálfviti. Þú þekktir hann með hár. Já, ég þekkti hann með hár. Fannst þér munur á honum, hárblöð, sköldóttiblöð? Sko, já, það er mjög mikill munur. Er það? Já. Bara hvernig það hagaði sér og... Já, það kom sko, þegar hann var með hár, rosalega, lítið sjálfstrust. Lítið? Já. Kom það þegar hárið fór eða? Svo þegar hann misti hárið, þá hvarf það alveg sjálfstrustið.
Hann fór það alveg. Og núna er hann búinn að byggja það upp sem nýjiblu. Sem nýjiblu? Já. Þannig að nú er hann búinn að gera það sig? Hann er búinn að gera sig í brók. Þú sér það, hann er náttúrulega alltaf unni manneskja, sko, heldur en hann var hérna. Já, þú varst alltaf mikið með honum hann þá? Já, þá var hann bara með hár og strípur og bara Lífið lék við hann? Lífið lék við hann og hérna var bara í stóri úlpu og joggingbuxum og rosa kátur, sko. Þetta er rosalegt. Viðurkenna. En enga sögur þannig séð. Nei, við förum ekki út að vera með dagskvöldið Blood Tells Your All, við förum í það setna, en við ætlum að keyra Starbucks sveppi í gang. Þú ætlar að sýna okkur hvernig það er gert? Já, þið báðum að gera þetta og ég gerði bara eins vel og ég gat. Meira gat ég ekki. Ég vildi þetta ekki. Þið vildu þetta. Ég vil ekki spila þetta. Þið vilja spila þetta. Þá bara gerið það. Þetta er þátturinn eitthvað. Ítti bara að play, Richard. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og það eru Auðun Blöndal, Sverrir Þór Sverrisson og Egill Einarsson sem eru með ykkur þennan föstudaginn og já, við erum að spája að henda sveppa núna í dagskráralið sem að heitir Starbucks Stoney. Já. Þetta hét Starbucks viðreynslan á sínum tíma. Já. En svo var orðið miklu skemmtilega að láta bara Steinda gera þetta því hann er svo lélugur í þessu. Já, þess vegna ætla að láta mig gera þetta. Já, ég reyndar Egill, hefur þú trú á sveppi í þessu? Ég held það. Já. Ég held að geta verið ágættur í þessu. Að reyna við stelpur sem vinna á Starbucks. Já. Ja, þú ert ekki að reyna, þú ert að byggja um stefnumót. Út af því að koncept dagsins hjá mér er, sko, ég ætla að vera koncept í Starbucks viðreynslunin og Steindi er búinn að prófa margar útgáfur. Ekkert gengi. Ekki gengi neitt, sko. Hann er hræðilegur í þessu, sko. Ég meina, en ég er að vinna með nýtt koncept í dag. Það sé að samblanda af, þú ætlar að vera funny, serious, cute og skástrík I have a lot of cash. Wow, gert. Svo ekki fáið. Já, en ég veist þetta, það hefur enginn á deitið. Hefur þú hringt á Starbucks og fengið deit með einhverju gælu? Nei, þetta er ekkert málsöpi. Það er gælu sem að svar í síman sé bara, yes, hello, kemur einhver gæi að tala ennsku bara og mega deitu, hann er bara í gegnum síman í vinnunni. Ef þú gerir það rétt, já. Sko, það er bara ekkert mál. Málið er, viltu bara hringja sjálfur og bara redda þetta deiti, bara hendum með djúbuleginu, viltu fá svona game winning tips eða? Game winning tips, boy, anytime. Ég mæli með, þú ræður hvort þú notir þessi tips, en þau eru mjög góð. Til dæmis ef þú segir við hana, hörðu, wait a second, I have to turn down the volume in my Mercedes. Vel gert. Það veit hún átt Benz. Já, þú heyrir ekki alveg í henni, þú ætlar að lækka þessi í græjónum. Síðan líka, já, þá veit hún ég er ríkur. Já, og þú þarft að vera sko funny líka og cute. Já, það er svolítið sætið, þú kannt það nú. Ég mæli líka með að segja kannski I walked into your store earlier, I wanted to buy a coffee, but when I saw you, I thought about drinking coffee with you in the morning, if you know what I mean. Wow, góð lína. Þið fáið það maður. Þetta er þetta fram aðeins, ég henda þér í djúbulegina. Eina með sveppa, sko, það sem að Sveppa og Steindi Junior er sammeðanlegt, þeir sleipast í enskunni. Það er alltaf leið. Nei, ég er ömulegur. Ef þú nóg pening, það er engum máli. Hvað ég segir það bara, I was in my bank account and I couldn't count, it was so much. Nei, það er ekki góð lína. Ég sleppa því. Þetta er glata, sko. Nei, þetta gerði þið besta, bara málið er. Mjög töff að þú gerir þetta rétt. Ímyndaði bara, þú ert bara single. Ok, hringir. Og þið vantar date, skilur, það er ekki flókið. Og ef þetta er góður þá ertu líka að taka það. Já. Það er auðvitað fyrir mig. Good morning, Starbucks Astor Place, Eric speaking. Hey, how are you? Hey, I'm good. What's your name again? Eric. Oh, Eric, yeah. I have to, wait a minute, I have to turn down the volume in my Mercedes. How are you? I'm good, thank you. Okay, nice to hear you, because you served me coffee earlier, and I just, I had a little goosebump when I saw you. It's just me. Það verður enginn verið svona lélugur. Steindir hátíðu liðna á þetta. Ég var með einhvern gaur, hann var bara ekki einu sinni. Þetta var skelfilegt maður. Akkur ætti hann að vera að fara á date með einhverju manni, hann er kannski bara gagginnið. Það gæti að spila inn í að þú hagar þess að vera eitthvað að þér. Já, það var þess að kaffi, já. Þetta var hvorki cute, nýja mysterious. Þetta var bara þvílíka vitlaust maður. Ná að koma eitthvað að væri á Mercedes. Nei, veistu það, þú varst eins og krakki sem var búin að drekka allt og mikinn sykur. Þú varst að tala við hann. Ok. Það var alveg skelfilegt maður. Einn, ok.
Nei, já, það er rétt, það er bara glata. Með blöð finnur annar númer, þá með aðra línu sem virkar mjög vel. When I saw you, I was hoping there was a fire truck nearby, because you were smoking. Pítur, þetta bara einhver pick-up línu úr einhverju, 110 ömulegar pick-up línu. Nei, alls ekki, þetta bara fín lína. Ömuleg. Eins og hún sé bara When can we meet? When can we meet? I'm gonna leave work early today. Möndu, þú dröllar peningum, þú ert í jakkafötum, þú ert maður. Það er ekki krakki sem hún geta mikið sigur. Það er svona miljón staðir í New York. Ég svara alltaf einhverjum. Thank you so much for calling us here at Starbucks. This is Taneza. How may I help you? Hi, how are you? I'm doing well, thank you. Oh, do you remember me? I don't. Oh, that's strange because we had a little chit-chat earlier today because I ordered a coffee latte and I would like to have it very hot, I had a little, we call it latitude, latitude because I was with so much, I wanted to have it hot and not so much milk, and I kind of like you. What can I do for you, sir? Sorry, wait a minute. I have to pump down the volume in my Mercedes. So I was just wondering. I mean, I saw something in your eyes. I kind of liked you. Excuse. Hello. Hún farin. Nei, þetta ekki. Herðu, jæja. Hann reyndi að bíða með þetta, maður. Hann reyndi að sveppi. Ekki nógu góður í phone dating. Þetta var Starbucks sveppi. Herðu, ég var með fullt af frábæri stöfn. Geit, það verður bara við. Það var frábæri stöfn. Aðeins skárið í seinna skiptið því að þá varst það actually eins og manneskja. En hann reyndi sitt besta. FM 95 Blöð og FM 957. Já, kæru hlustendur, það búið að vera sönn ánægja að vera með ykkur þennan rúmlega 1,5 klukkutíma hérna þetta yndislega föstudags síðdegi. Nú, Blöð farin, við erum hérna 2 nættir, þannig að við ætlum að láta punktinn standa. Takk fyrir aðstöðuna, Mushroom. Bara ánægjan öll mín megin. Og hlustendur, afsakið það að við erum hægt aðeins fyrr í dag. Þetta skrifast á Blöðbúb. Ég get öll til 6, 7 þess vegna. En ég mæti þetta næstu viku og við finnum ykkur meistarlega með okkur þá. Mushroom, þú ert meistari. Sumulegis. FM 95 Blöð. Frá 4 til 6 á FM 957. FM 957 kynnir í samstarfi við Íþrótt- og Ólympíusamband Íslands. Hjólum í skólan fyrir framhaldsskólanemendur. Dagana 10. til 16. september. Skráðu til leiks og þú getur unnið glæsilegt trekkreiðhjól að verðmæti 100.000 krónur frá hjólreiðaverslunni Erninum. Einnig áttu möguleika á að næla þér í 25.000 króna aukavinninga frá Valitor með því að taka myndaðir og hjóli á leið í skólan og hashtag á Instagram hjólum í skólan. Kynntu málið á hjólumiskólan.is. FM 957 og Íþrótt- og Ólympíusamband Íslands. Náðu fram því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráningar í gangi. Nánari upplýsingar námsframboð á rfa.is. Stattu traustum fótum með Timberland. Timberland Laugavegi, Timberland Kringlunni. Wow Air, Boli og Doritos kynnar Reykjavík Comedy Festival. 3 dagar, 14 grínistar, 5 sýningar, endalaus hlátur. Miðasala hafin á miði.is og harpa.is. 20% allsherjar afsláttur fyrir þá sem kaupa miða á allar 5 sýningarnar. Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. október í Hörpu. Sena. Prime í samvinnu við Bláa kortið og Coke Zero kynnir. Jón Jónsson, ljúft að vera til. Ég verð ásamt minni fögru hljómsveit í Hofi Akureyri laugardaginn 11. október. Hlakka fáránlega til að sjá ykkur. Miðasala í fullum gangi á miði.is og menningarhús.is. Munið 20% afsláttinn fyrir handhafa Bláa kortsins. Tryggðu þér miða. Í dag er Atlandsolíudagur. 12 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolía. Jókasmiðjan. Rýr pröfutími fyrir alla. Jókasmiðjan. Smiðjuvegi 4, Kópavogi. Nýtt í bíó. The November Man. He has information on the agency. Spennumynd í anda borðmyndana spillingu innan CIA. The CIA conspired to start a war that killed hundreds of thousands of people. Hörkumynd með Pierce Brosnan í aðalhlutverki. Now you'll come after us. The November Man. Sýnd í Laugrársbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Í dag
er 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Fréttablaðið er helgarblaðið. Fyrirverandi lögreglumaður hjá sérstökum saksóknara misti trúna á embættið vegna ágreinings hvernig skilgreina ætti markaðsmisnotkun og umboðsvik. Stærstu sakamál embættisins hafa verið reist á þessu tvennu. Alex Salmond hefur barist fyrir sjálfstæði Skotlands í meira en 3 áratugi. Nú hillir undir að draumur hans geti orðið að veruleika. Á 5. ganga Skotar að kjörborðinu. Menn velja á milli þess að vera í vinnunni eða endalusum partíum, segir stórsöngvarinn Kristinn Sigmundsson. Hann æfir með íslensku óperunni í fyrsta sinn síðan 1989. Sjálfsvígstíðni er há hér á landi. Eftirlifendur kalla eftir stuðningi og fólk sem hefur reynt sjálfsvíg kallar eftir úrræðum. Helgarblað fréttablaðsins ómissandi hluti af góðri helgi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það eru magnaði þættir framundan á Stöð 3. He was kind of being an asshole back there. Yeah, that's why he's a billionaire, because he knows how and when to be an asshole. 40 frumsýndi þættir í hverri viku. Hlátur, grátur og frábært sjónvarpsefni. 2 people will tell 2 more people. It's gonna be huge. Kenny Powers is our champion. The last team to check in here may be eliminated. Og síðast en ekki síst, stærsti skemmtiþáttur í heimi, The X Factor UK. Things are about to get loud. It's time to get down to business. Fjölskyldupakkinn færir þér Stöð 3, krakkastöðina og aðgang á Vild fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Fáðu þér áskrift á 365.is og þú færð fyrsta mánuðin frítt. Veislan er hafin. Allir leikir í enska í beinni á risaskján. English Pub Reykjavík, English Pub Hafnarfirði. Opnir jógatímar í jógasmiðjunni. Námskeið í byrjandajóga, hugleiðslu, krakkajóga og fleira. Jógasmiðjan, Smiðjuvegi 4, Kópavogi. Levi's er með allt sem þarf. Klæðið ykkur upp hjá okkur. Bólir, skyrtur, jakkar og auðvitað gallabuxurnar alltaf á sínum stað. Levi's, alltaf málið. Wow Air, Bóli og Doritos kynna Reykjavík Comedy Festival. 3 dagar, 14 grínistar, 5 sýningar, endalaus hlátur. Miðasala hafin á miði.is og harpa.is. Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. október í Hörpu. Sena. Agent.is og Jagermeister kynna Turn Up The Speakers á Hendrix við Gullinbrú næstkomandi laugardagskvöld. Framkoma Nietzsche Moore, DJ Óligeir og fleiri. Forsala miða í Kisskringlunni og miði.is. Verð aðeins 2.000 krónur. Átján ára aldurstakmark. Áskrifundur 365 í Vild geta unnið 46 tómu hágæða Samsung sjónvarp að verðmæti 179.900. Við drögum út einn heppinn 22. hvers mánaðar til nóvember 2014. Til þess að taka þátt þarft að skrá greiðslukort fjölskyldunar í Vild á 365.is. Hvert skráð debet eða kreditkort gildir sem þáttökumið. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4 til 6.